Já, góðan daginn og velkomin á Núna sem sent út frá Hóks eða Frelsi TV. Það svona 2 brönd sem í gangi. En málið í dag fjallar dómstól götunnar, þar sem að mannorðsmorðingjar hafa skipað sig sem dómara. Það hefur enginn kosið á til þess. Og þeir eru vel fjármagnaðir af einkafyrirtækinu sem heitir Seðlabanki Íslands og vel fjármagnaðir af valdofbeldisstjórninni sem enginn kaus heldur og enginn kaus Seðlabankann. Þannig að hér fyrirtæki sem heitir Samherji og ég hef í sjálfum sér aldrei séð neitt Samherja sem að gefur tilefni til þessarar umfjöllunar sem hér í gangi. Sko, þessar fjölmellur og mannorðsmorðingjar, valdstjórnin og seðlabraskarar Íslands, þetta eru skipulögð hryðjuverkasamtök. Og Samherji í vörn gegn þessum hryðjuverkasamtökum sem að sækja að þeim. Og þeir kalla þetta sem sagt skæruliðadeild, sjáðu. Þeir sitja hér í haus en ekki í fyrirsögn. Ég veit ekki hvort þeir hafa breytt fyrirsögninni eða ef þeir hafa breytt henni þá það nú svona almennt í fjölmiðlum sem vilja láta taka sig alvarlega. Og þeir minnast ekki á því að hafa breytt fyrirsögn. Ég veit ekki meira það í sjálfum sér. En það þarf að trúa alveg svakalega miklu til þess að hoppa borð á alla þessa vitleysu sem hér í gangi. Sko, Seðlabankinn lagði í húsrannsóknir og lögreglu aðgerðir gegn Samherja og það virðist allt meira og minna hafa verið ólöglegt eða ólögmætt, og Samherji að fara einfaldlega í mál við starfsmenn Seðlabankans sem að ég styð heils hugar. Og þessir vitnisburðir og málarakstur, nú vitið að ég hef sjálf skipað mig sem verjanda í alls konar málum á dómstóli götunnar og hef mun sennilega og hér með skipa ég mig sem verjanda Samherja á dómstóli götunnar og þeir vitið það að verjendur sem eru skipaðir eru ekkert endilega sammála sakborningi sínum að einu eða einu leyti, heldur ekki að tryggja málsvörn sem að mjög mikilvæg í öllum réttarfarskerfum og allar akademíur veraldar mannkynssögunnar aftur til bara fyrsta bókstafar sem var ritað á hellisvegg. Þá hugtakið verjandi mjög vel skýrgreint og það virðist enginn vera skipaður verjandi, og þið vitið það að meira sé að það sem að fyrsti þú getur það verið að skipa svona það sem heitir sjúkrabíls eltandi lögmenn sem svona í botninum í virðingastiga lögmanna stéttarinnar, og það verið að skipa þá kannski sem verjendur í einhverju sakamáli, og meira sé að þeir vita að þú vilt ekki láta sakborningin bera vitni. Allir vita það. En í þessum dómstóli götunnar þá alltaf verið að gera kröfur og að sakborningar verji sig opinberlega og að þeir komi fram í fjölmiðlum og svari ykkur bara algjöru bulli, sko. Og þetta á við
öll dómsmál sem að koma fyrir dómstól götunar og þannig að það virðist vera að þegar að valdstjórnin eða einkafyrirtækið Seðlabrask Íslands þegar þeir ná ekki að koma málum fyrir dómstóla af því að gögnin í málunum eru svo fáranleg þá fara þeir með málið beint í dómstól götunar og dómstól götunar eru þessar fjölmellur sem að fá pening fyrir áróðurstarfsemi fyrir valdstjórnar gengið Seðlabraskarar Íslands eru þar inn í þetta þeir fá gríðarlega mikla fjármagni fyrir að reka dómstól götunar og stunda mannorðsmorð hins vegar sko og þetta gert undir verndarvæng aðila eins og fjölmiðla nefnd sem á einhvern veginn að fylgjast með því að sé heilbrigð upplýsingagjöf í gegnum fjölmiðla og þeir líka fjármagna fullt af svona höfundum eða listamönnum eins og Bubba Mortens eða Hallgrím Helgason eitthvað svona alls konar fuglar sko og hérna Sjón alveg fullt af liði sem bara á svaka fínum launum hjá þessum hryðjuverkasamtökum sem hafa kynnt sig sem valdstjórnin og þeir eru notaðir til þess að bæta í ganga í hóp með ákærendum bræðrana á götunni sko og allt saman fjármagna sömu aðilum og algjörlega siðlaust og bara tómt rugl eins og til dæmis þessar upptökur sem komu fram í þessu máli það hérna birtar upptökur úr persónulegu samtali hérna einhverja sem að þeir hafa skýrgreint sem skæruliðadeild reyndar skæruliða sko, þetta fólk hefur ekkert vit á neinu ekki neitt þessi blaðamenn, þessi Aðalsteinn Kjartansson greinilega bara fáviti með hóri nebba sko Danny Kruger effektin sem kallað hann hérna believed that rubbing lemon juice on his skin would render spent their lives studying. Þetta Dunning-Kruger effekt. Það sem að þú heldur þetta Dunning-Kruger effektin var einmitt búin til út af render him invisible to videotape cameras. Það var bankaræningi sem fór og rændi banka og tvo í róð og ekki með nein dulargerfi eða grímu eða neitt og hann trúði því að hann bar á sig svona sítrónu eða appelsínusafa í andlitið og trúði því að þá hann ósýnilegur andlitið á honum ósýnilegt og þá voru tveir vísindamenn sem fóru í að rannsaka þetta hvernig gat hann eiginlega komist að þessari niðurstöðu og það eru þessi gaurar David Dunning og Justin Kruger þeir bjuggu til Dunning-Kruger effekt rannsóknina og sko athugið að það enginn af þessum blaðamönnum sem hefur rekið fyrirtæki í lífinu sko af stærðagráðu á við Samherja sko Samherji fyrirtæki af stærðagráðunni Samherja og þessna hafa allar aðrar útgerðir sem reka risafyrirtæki lýst stuðningi sko þeir sem hafa rekið risafyrirtæki þeir vita að þessar blaðamanna bullur sko þær eru alveg upp á toppunum sko að hvað þeir eru öruggir með að þeir viti sannleikann sko og þekking og reynsla sá væntanlega á einhver tími þetta byrjar bara í 0 út með veist ekkert og hefur ekkert enga þekkingu eða reynslu og síðan upphæfið þá þú veist eitthvað smá sko þá bara ertu komin á toppinn og þú veist bara allt sko síðan líður tíminn og þú lærir meira og meira og þá enda maður á botni sem segir bara ég veit ekkert þetta
þú missir alla trú á sjálfum þér að þú vitir eitthvað efnið. Nú síðan rístu aðeins upp aftur, ekki eins hátt reyndar í upphafi og þá ertu svona nokkuð konar expert. Og þetta til dæmis ferill sem að ég hef gengið í sambandi við samsæringafræðin. Þið vitið það, ég með doktorspróf í samsæringafræðum og ég með doktorspróf í þjóðfélagsverkfræði. Að það sem þeir tóku líka eftir var að þeir sem voru byrjendur, þeir áttu til í að halda þeir vissu meira, eða þeir voru sjálfsöruggir með að vita miklu meira heldur en þeir svona bústuðu upp það sem þeir töldu sig vita, en þeir sem eru expertar, þeir drógu svo alltaf niður, sko. Það var 25% búst, það þeir sem voru bara byrjandur, að þeir teldu sig vita allt málefnið. Hins vegar expertinn, hann dró sig yfirleitt niður 25% það hvað hann vissi málefnið. Og það hægt að sjá í gegnum þessa mannorðsmorðingja og hryðjuverkasamtök sem eru rekin hérna hjá fjölmiðlunum á Íslandi. Og síðan eru alls konar samsæriskenningar að Samherji leggja á ráðin að kæra Jóhannes. Hann stóra fórnarlambið í þessum réttarhöldum götunar, sko. En þetta meikar ekkert af þessum meikar neitt sens. Og þetta bara, sko, þetta bara barnaleg vitleysa sem verið að sitja saman og nú eru líka samsæriskenningar að Samherji hafa reynt að hafa ykkur áhrif á kjör blaðamannafélags Íslands. Hverjum að Samherji sé ekki sama hver situr í fjölmiðlufélaginu eða stjórniði? Svo mikið rugl að það hálfa væri nóg. Sko Samherji alveg skít sama hver stýrir þessum fávitaflokki, þessum hryðjuverkasamtökum. Þeim alveg skít sama. Ég get lofað ykkur því. Sko þú verður ekki fyrirtæki að þessari stærðargráðu ef að þú ert með einhverjar áhyggjur af því hver stjórn fjölmiðlufélags Íslands. Ég get lofað því. Þetta fólk sem stýrir þessu fyrirtæki er upptekið allan daginn bara að reka fyrirtækið, sko. Og hann Þorsteinn Már skipaverkfræðingur, sko. Og þeir hafa náttúrulega verið að díla þeir eru mjög sniðugir frændunir, sko. Þeir eru mjög góðir í að kaupa skip á réttum tíma og keyptu þarna eitthvað skip að bæjarútgerðinni og eitthvað svona. Þeir eru bara sniðugir businessmenn. Og það voru allir aðrir Íslendingar sem gátu keypt skipið af bæjarútgerðinni. Það gátu allir farið og boðið bara meira. Og allt sem að Samherji hefur gert, hafa aðrir geta gert líka á sama tíma. Mér var til dæmis boðið á þessum tíma, ég geti bara sagt ykkur, á þessum tíma var mér boðin bátur með gríðarlega miklum kvóta á alveg fáránlega lágu verði, áður en að kvótakerfi var sett á. Og menn voru að segja mér, þessi bátur á þetta 100-faldast í verðmætum á mjög stuttum tíma. Og ég trúði ekki, og ég keypti ekki bátinn. Og þá ég einmitt alveg kjör svekkelsis lúser til þess að vera í hópnum sem að gagnrýna Samherja. Sko, Samherji bjó ekki til kvótakerfið. Það var hópur af fólki sem að seldi kvótakerfið sem náttúruvernd, byggða á vísindalegum grunni. Og ég nú nýbúin að vera í töluverðum umræðum á nýja skipsfjölinni minni sem Pírataflokkurinn, eða Píratarnir. Og ég byrjaði náttúrulega að gera athugasemd við fyrstu greinina að vera það sem að vísinda eitthvað þá bara renni gegn hugsunarlaust, sko. Eða eitthvað vísinda þá það bara staðreynd. Og sko þetta fólk sem að fer fremst í þessum hryðjuverkasamtökum, sko, þau að gera kröfum að fá meiri náttúruvernd sem að hefur sömu afleiðingar og kvótakerfið. Og þannig að heimskan svo fullkomin að það alltaf maður bara stendur hálf á gati. En með góðfúslegu leyfi gef mér leyfi til þess að spila eins úr skýringum Samherja. Og
Sko þessi maður skipaverkfræðingur og það alveg sama hvar þú kastar honum inn í þjóðfélag þar sem fiskur, að hann mun alltaf vera á topnum og fiskur greinilega góður business og þess vegna hann mjög ríkur. Skiptir engu máli hvað með þessa þekkingu sem hann hefur og áræðinni til þess að framfylgja henni, þá þessi maður, ég meina ef hann hefði fæðst í Noregi og væri norskur, þá var hann sko 70-falt ríkari. Hlustum aðeins á hvað hann segir sjálfur. Við ákvæðum það mitt ár 2016 að segja Jóhannesi Stefánsssyni upp störfum vegna þess að við töldum ljóst að hann hefði farið á bakvið okkur. Enda þegar við fórum að skoða reksturinn að þá kom í ljós að það var regla í kringum rekstur skipana, þar að segja út á sjó, en því miður var mikil óregla á starfseminni í landi og því utanarhaldi sem Jóhannes Stefánsson bara ábyrgð á. Hérna sjáum við hvernig bókhaldi hjá Jóhannesi var. Óreiða einkenndi reksturinn sem reynt var að taka á eftir föngum. Óreiða einkenndi reksturinn sem reynt... Sko það greinilegt að þetta nú ekki alveg. Þetta ekki alveg í lagi bókhald, sko. Árinu 2012. Óreiða einkenndi reksturinn sem reynt var að taka á eftir föngum. Vorið 2016 kom í ljós að Jóhannes virtist ekki að neina stjórn á starfseminni. Þá náðu starfsmenn Samherja ekki í hann þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Because, and it was really strange because, in the beginning that was not how he operated. You could reach him 24/7. And then things started to change from end 2015. Þannig að það alveg yfirgnæfandi sönnunargögnum gríðarlegar bara rugl í gangi í lífinu hjá þessum Jóhannesi og hver sem ástæðan fyrir því. Og mér sýnist nú hann mér sýnist Samherja forstjórinn ennþá bera svona ákveðna föðulega umhyggju fyrir honum þótt hann sé að reka rýting í bakið. Sko Jóhannes sá öll þessi mál þarna. Tökum við það hérna, já. Í þætti Kastljós hinn 27. mars 2012 var Samherji sakaður alvar... Þessi gaur hérna hef ég oft tekið fyrir áður. Gaurinn sem seldan Helga. Og þessi gaur fullkomlega siðblindur, mannorðsmorðingi af verstu sort. Og að stilla honum upp sem einhverju fórnarlambi þvílík heimska, sko. Alvarleg lögbrot sem áttu að hafa falist í því að selja ferskan karfa til dótturfélags síns í Þýskalandi á undirverði. Í þættinum var ítrekað vísað til skýrslu Verðlagsstofu skiptaverðs sem átti að styðja þessar ásakanir. Í sjónvarpsþáttum sem Samherji lét framleiða nýverið var greint frá því að engin slík skýrsla hefði verið samin. Byggði það á nýjum og áður óbirtum svörum Verðlagsstofu til Samherja. Skjal það sem Ríkisútvarpið byggði umfjöllun Kastljós á hinn 27. mars 2012 nú komið í leitirnar hjá Verðlagsstofu. Ekki skýrslu að ræða, heldur 3 blaðsíðna óundirritað og ódagsett vinnuskjal. Helgi Seljan segir að þetta sé skjalið sem að hann hafi vísað til í Kastljósþættinum. Mér brá verulega þegar ég fór að skoða tölurnar í þessu skjali vegna þess að það staðfesta það sem við höfum haldið fram að þær ásakanir sem settar fram í þessum þætti allar rangar. Það skal tekið fram. Það sem að gerist í hefðbundnum réttarhaldum, ef það ákæru, ef að Helgi Seljan hefði farið í réttasal og ákært Samherja fyrir þessa hluti á þessum gögnum, þá hefði dómari dæmt Helga Seljan til bóta eða fangelsisvista fyrir rangar sakargiftir og skjalafals. Fram að þá flutti Samherji eingöngu út ferskan karfa af eigin skipum fyrir hluta árs 2008. Þá var krónan mjög sterk. Og að trúa því að Þorsteinn Már fylgist með öllum gögnum sem flæða í gegnum fyrirtæki, sko. Risa fyrirtæki með svaka veltu, sko.
og veist, hann er að reyna að skoða það sem að eitthvað flækist í fluggunarvélinni sko. Veist, þá fer hann og reynir að leysa það að finna út í hvað gerðist þar, en að hann persónulega, vera persónu að gera hann fyrir öllu, að hann sé einhvern veginn að fiffalla tölur og eitthvað, þetta bara svo mikið rugl sko. Ekki voru engin gjaldeyrishöft. Það því rétt að bera saman tölurnar úr vinnuskjali Verðlagsstofu fyrir árið 2009. Það svo nú annað, veist, rekandi fyrirtæki á Íslandi með sko stæðstu glæpaklíku heim sem er seðlabraskarar Íslands. Hlusta á hvað hann er að tala um. Hann er að tala um sko gjaldeyrishöft, krónuna bara upp og niður og út og suður sko. Þorsteinn Már stýrir ekki þessu. Að bera saman tölurnar úr vinnuskjali Verðlagsstofu fyrir árið 2009, þegar þá krónan hrunin og þá búið að setja gjaldeyrishöft. Í öðru lagi þá skal tekið fram að Samherji á ekki öll þau skip sem koma fram í vinnuskjalinu. Samherji á ekki skipin Bjart, Ljósafell og Múlaberg. Í þriðja lagi... Þetta skjalafall sko. Og þetta skjalafalls að segja að Samherji eigi þessi skip. Ég býst við að Þorsteinn Már getur sannað fyrir dómi að hann eigi ekki þessi skip. Nú ef hann á þessi skip þá bara tekur hann það. Ef að frétt hjá RÚV dugar sem sönnunargagn, þá tekur hann bara þessi skip sem sín eigin. Nú ef það ekki hægt, þá þetta skjalafalls. Og ef þetta væri ekki dómstóll götunar, það sem engar réttareglur eru, þá væri það sem situr þetta fram ákærður fyrir ranga sakagiftur og skjalafalls. Kemur fram fyrir árið 2009 fékkst lægra verð fyrir ferskan karfa á fiskmarkaðnum á Íslandi og jafnframt á fiskmarkaðnum í Bremerhaven heldur en skip Samherja fengu fyrir sinn karfa. Hvernig hægt að halda því fram að undirverðlagningu hafi verið að ræða þegar að Samherji seldi karfan á hærra verði? Hvernig þetta að halda fram, pælið því, hann lýsti þarna 3 þáttum sem hann hefur enga stjórn á persónulega. Gjaldeyrishöft, krónu í frjálsu fallið hrunin eða fjármálakerfi bara í klessu sko. Hann stýrir því ekki. Þorsteinn Már stýrir ekki þessu. Það valdstjórnin, þessi hryðjuverkasamtökin sem eru samsett af fjölmiðlunum, mannorðsmorðingjónum, valdstjórninni og seðlabraskara Rothschild sko. Seðlabanki Íslands ekki meira íslenskur heldur en ég veit ekki hvað. Það Rothschild eða alþjóða gjaldeyrisjóðurinn sem á það og rekur. Og alþjóða gjaldeyrisjóðurinn einkafyrirtæki í eigu stæðstu fjölskyldna heimsins. Og þeir hafa fjármagnað öll stríð veraldar báðum megin, alveg frá örafa alda sko. Frá Napóleon stríð allavega. Nú síðan kemur hérna annar gaur, ég man ekki hvað hann heitir alveg, sem mjög, hann fyrirverandi forstjóri, hann fyrirverandi forstjóri. Einn angi rannsóknarinnar í Hann var forstjóri í Icelandair og fleiri svona risafyrirtæki, þannig að hann veit nákvæmlega hvernig kaupin á eyrinni í að reka stórfyrirtæki, risafyrirtæki. Hlustum aðeins á það. Beinir sjónum á því hvernig þetta var yfir höfuð hægt. Hvers vegna peningar úr Afríkustarfsemi Samherja streymdu norska bankareikninga lítið vitað Lítið vitað af hverju spyrðu ekki bara Samherja það? Einmitt þeir að segja það sama og ég. Fréttamaður Kveiks hafði ekki skilning á umfjöllunarefninu, sem einmitt þessi hérna. Hann bara hérna á toppinum á heimskunni. Það starfsmaður valdstjórnarinnar. Það setja svona fram, það tvennt sem kemur til greina. Annarkvort það illvilji eða yfirsjón. Yfirsjón kurteisislegt orð yfir heimsku. Já, byrju, þetta var intro, já, fyrir ekki stikla. Hoppa aðeins fram hérna.
Ok, lesum hérna ákærunar. Þetta eru ákærur, ásakanir. Ákærur í dómstóli götunnar heita ásakanir. Og ef að þú setur fram rangar sakagiftir í ákæru, þá fylgja því afleiðingar. En ef að þú setur fram ásakanir í dómstóli götunnar, þá hefur það engar afleiðingar. En það hefur komið fram að þetta DNB-mál núna sem var verið að blása upp, það sem þeir þurft að borga sektir og einhver reiknur og eitthvað slíkt, það hefur ekkert með Samherja að gera. Það hefur bara sama og að gerast með skandinavísku bankana, þeir eru að þvo peninga fyrir óligarka og CIA og fleiri og NATO og Co glæpastarfsemina. Swedbank var tekin í nefið og allir skandinavísku bankanir eru í vandræðum út af skipulegri glæpastarfsemi og ekkert að þið tengist Samherja, ekkert. Þetta var rosalega alvarleg ásökun í mínum huga og mikilvægt að fara strax í að kanna tilurð þess. Cape Cod er félag á Kýpur í eigu þýsks fyrirtækis sem að sérhæfis í áhafnarlegum þar sem að þeir sjá ráðningaferli af fólki í starfsemi hjá félögum. Þannig að það var mikilvægt fyrir okkur að fara ofan í þetta og sýna fram á að þessi ásökun, þessi hluti þáttarins var byggður á misskilningi og rangur. Yfirlit yfir bankaviðskipti Samherja sýna að milljarðar hafa farið frá félögum tengdum sjávarútvegsrisanum til Cape Cod. Og ekki bara til félagsins til að standa straum af launagreiðslum, heldur hafa fjármunir einnig borist Samherja félögunum frá Cape Cod. Í Namibíu eru gjaldeyrisöft og þarf Seðlabankinn Namibíu að yfirfara allar greiðslur frá landinu og gefa leyfi fyrir þeim. Krafði Seðlabankinn þess að fá afrit af Guð hjálpi mér það er komið í fjármálakerfi í Afríkuríkjum. Kona mín nú frá Eþíópíu eins og þið vitið. Þannig ég var þar í 2-3 mánuði þegar við giftum okkur. Og Afríka er bara með allt aðra hugsun heldur en við. Ekkert að segja hvort hún betri eða verri, hún bara allt önnur. Peningamál þar, eins og í Eþíópíu, þar mátt ekki flytja út meira peninga. Bara allir peningar sem verða til í Eþíópíu sita fastir í Eþíópíu. Og allir í Eþíópíu reyndar ef þú býrð erlendis, ferð síðan heim aftur og ert með erlend vegabréf, þá getur þú opnað dollarareikning í Eþíópíu. Og ef þú opnar dollarareikning, þá getur þú byrjað að flytja peninga á landi, reynda með heimild frá yfirvöldum og allt slíkt, Þannig að það vita allir sem hafa komið til Afríku eða búið í Afríku, eða eru einhvers staðar allavega aftarlegra á þessari meri hér, Kveikur bara að tala hér eins og þeir séu einhverju expertarar í Afríku viðskiptum, Það er mjög flókið að reka og operera í Afríkuríki, mjög flókið. Og hérna erum við að tala alþjóðleg fyrirtæki sem með áhafnir frá Rússlandi og þetta mjög flókin rekstur, Og það sem að þarf að leita að criminal intent, viljinn til að stunda glæpastarfsemi. Til dæmis ef eitthvað fer til, eins og var nú stundað mikið, að fara til útlanda að kaupa föt, ódýrt, Fólk fór sjoppuna og innkaupa leiðangara til Amsterdam og til London eða hvert menn fór og keyptu föt á alla fjölskylduna bara og svo bara flogið heim með ferðatöskur. Þetta er ekki fair gagnvart íslenskum kaupmönnum væntanlega. Og þetta er innkaupa hagræði eða útsölu hagræði eða eitthvað slíkt, Og þetta að sama á þegar vera að tala skattaskjól og skattsvik í útlöndum eitthvað svoleiðis, að það einfaldlega þannig að það eru önnur lönd sem bjóða sömu þjónustu og hryðjuverkastarfsemin á Íslandi sem kalla sig valdstjórnin og seðlabraskarar Íslands. Það eru bara önnur lönd sem bjóða sömu þjónustu og hún oft ódýrari. Stundum hún dýrari
og stundum eru nótirari. Og eins og fólki sem að flýgur til Amsterdam eða Kaupmannahafnar eða eitthvað sem kaupa fullt af fötum, það ekki að fara þangað til þess að kaupa fötin dýrara heldur en þeir eru á Íslandi. Eða ef við vitum eitthvað slíkan, þá látum við vita, ég hef aldrei heyrt það, sko. Ég hef heyrt þess að fullt af fólki tala hvað þeir fengu þetta ofsalega ódýrt með því að fljúga út og svo þau bara flugmiðin borga þessu upp bara skriljónfalt, sko. Sko, þessar fjölmellur eru búin að dáleiða þig eða heila þó þig fullkomlega til þess að trúa að þetta sé eitthvað glæpsamlegt. Þetta hlýtur þá, ef þetta glæpsamlegt, allt í einu, sko, þetta allt saman samkvæmt alþjóðalögum eftir eins og hægt og Samherji greinilega, eins og kemur fram með að hlusta þess á þá, ef þeir heyra af einhverjum ásökunum, þá fara þeir sjálfur strax í að rannsaka það og leiðrétta það. Ég hef aldrei séð eða heyrt, og ég svolítið næmur á að heyra á milli línanna af fólki, og ég fljótur að skilja hugsunarhátt fólks, og til þess að hlusta á hana Jóhannes að hans hugsunarháttur allur bara út á túnni, sko, en þú hlustar á til þess að 2 forstjóra Samherja, þeir eru með hugsunarhátt sem mjög innan svona heilbrigðismarka. Þeir eru ekkert að segja við höfum aldrei gert mistök og hér allt pottið. Þeir eru að segja, ef við fáum nasaþef að einhvers staðar sé eitthvað ekki í lagi, þá förum við strax í að rannsaka það, finna út við hvað gerðist og laga það. Og ef að mistökin voru það stóra, við höfum brotið einhvers staðar eitthvað lög eða reglur, eitthvað slíkt, þá greiðum við þar sektir umsvifalaust. Samherji hefur aldrei verið sakar að neita, að greiða sanngjarna sektir eða þeir hafa sannarlega gert eitthvað mistök. Og í að reka svona stórt apparat, þá eru bara heilu deildirnar í því að sópa upp mistök, sko. Það bara þar 10 eða 100 manna hópa starfsmönnum til þess að sópa upp mistökin, sko. Það bara eins og þú ert að flaka fiskinn á, þú veist að mikil framleiðni að flaka fiskinn, sko, þá detta alltaf eitthvað flög eitthvað staðar, sko. Og þeir láta þau ekkert bara liggja þar og rotna, heldur taka þeir flökin, þeir setja þau nú ekki aftur á færibandi vonandi, en þá taka þeir flökin og setja í bræðslu, sko, eða gera eitthvað. Og það bara, þetta eru vinnubröðin hjá þessu fyrirtæki. Og þetta fyrirtæki þvílíkur sómi fyrir Ísland og að þessir hryðjuverka plebbar og mannorðsmorðingjar og þessir aumingjar séu að skriðtakla þetta fyrirtæki og hvergi með nálgun við raunveruleikann. Og allir sem ég hef séð vera að tjá sig þetta, meira sem ég var að hlusta á Guðmund Franklin í morgun, þeir eru allir hérna. Og ég held einmitt að Guðmundur Franklin væri komið svolítið lengra hingað og hann hefði rekið eitthvað stór fyrirtæki eitthvað. Ég meina, hvað ef að Guðmundur Franklin kæmist allt í því, hann með eitthvað hótel, sko. Svo allt í henni kemst hann að því að einhver starfsmaður hjá honum búin að vera að selja svona framhjá bara pening beint í vasan einhverjum göttumellum, sko. Og vera að nota hans hótel í það. Svo bara mæta mannorðsmorðingarnar og segja Guðmundur Franklin stundar sem svona pimp eða eitthvað bara, og ég myndi standa upp og verja Guðmund, sko. Algjörlega, ég myndi sjálfskipa mig sem verjanda hans bara á nóinu, sko. Alveg leið. Þetta, ég fer ekki til manngreininga álit með það. Og mér mislíkar við fólk, sko. Sumt að þessu eins og þessum Sölvi, ég sjálfskipaði mig verjanda þar. Ég veit ekkert hvernig mér líkar við hann einu sinni, sko. Ég þekki hann ekkert þannig, sko. Og sama með Samherja, ég þekki þá ekkert persónulega, þetta náttúrulega akureyringar sem eru svolítið sérstakir. Ég einhvern tímann hérna sem úrlingu, eða svona 17-18 ára, keyrði gegnum Akureyri á leiðinni til í Allavík og var með einhverja stæla í sjoppunni, blindfullur og var að snúa út úr akurnísk, þessum hreim sem akureyringar hafa. Og akureyrska stúlkan í afgreiðslunni neitaði að selja mér af því að ég var að snúa út úr akureyskinn hennar. Og það bara fyrirgeðu, þetta var nú bara grín. Nei, það var bara absolutt bann. Ég þurfti að fara í aðra sjoppu og passa mig að vera ekki að meina að stæla þá þegar ég fór þangað. Þannig að mér þykir alltaf svolítið vænt akureyringa eftir þetta. Og þessi stelpa náttúrulega algjör snillingur að láta ekki eitthvað svona dóna að vaða uppi og fá einhver afgreiðslu á pilsu. Vegabréfum, atvinnuleyfum og staðfestingum á komu og brottför hvers einasta sjómanns sem vann á skipum dótturfélaga Samherja og gat þetta ferli tekið margar vikur.
Til að tryggja að skipverjar frá Rússlandi og Úkraínu fengu greitt á réttum tíma, lánuðu dótturfélög Samherja og Kýpur félögunum í Namibíu fyrir þessum greiðslum í þeim tilvikum þar sem greiðslur drógust. Þegar félögin fengu heimild frá Seðlabanka Namibíu fyrir greiðslum úr landinu, voru fjármunir greiddir beint til Cape Cod sem endurgreiddi svo dótturfélögum Samherja og Kýpur. Eini tilgangur lánveitinga dótturfélaga Samherja og Kýpur til Cape Cod var því að tryggja að greiðslur bærust skipverjum á réttum tíma. Já, við erum búin að fara í gegnum í raun allar þessar millifærslur sem hafa átt sér stað til Cape Cod og sannreina og það er ekkert sem að sýnir eitthvað misræmi. Það stemma þessar millifærslur milli Kýpurfélagsins og stemma allar þessar fjárhæðir sem að fara frá Namibíu. Það geti hvernig þeir snúa út úr öllu. Þessir fávitar á þessi hryðjuverka skrímsla deild valdstjórnunar og seðlabraskara Rothschild, sko. Þeir snúa út úr öllu, sko. Bankanum þótti þetta Ég til dæmis ég skil þetta fullkomlega, það sem hann að lýsa hérna, þessum ferli. Ég á ekki neinu vandræði með að skilja viðskiptin í þessu. Það sem vera að tala um það í Namibíu, sem nú eru menn að segja að réttarfar í Namibíu sé betra heldur en á Íslandi. Pælið því. Og þar eru gjaldeyrisöft bara alltaf. Allan daginn, allan sólarhringinn, bara frá að þeir sáu peninga fyrst, sko. Alltaf gjald, og það er sama í Eþíópíu. Það er bara alltaf gjaldeyrisöft, sko. Og Íslandi var þetta gert tímabundið og við munum nú hvað það var svakalega erfitt. En málið er þess að það er starfsemi í Namibíu og ég fræddist nú bara að horfa á þessi vídeó núna. Þeir voru sjálfur ekki með kvóta. Þeir leigðu kvóta í Namibíu. Þannig að ég skil ekki alveg hvernig þeir gátu múta hvað mútunar snýrust. En til þess að vera með starfsemi í Namibíu, þá er tvöfalt skattkerfi. Sko, til dæmis í Eþíópíu. Þar er eiginlega svona og skrítið skattkerfi. Þeir bara mæta allt í henn og segja að þú skuldar eitthvað svakalega penning og þú er bara að borga, sko. Það er ekkert svona eins og einhver tölvukerfi eða prósentur, það er bara eitthvað sem að einhver embættismaður bara ákveður og skuldar þeim. Og þar er svona tvöfald skattkerfi, sko, og tvöfald löggæsla. Þetta er meira að segja í Grikklandi líka. Grikklandi bara borgar lögreglumannum með beint, sko, spara fullt af peningum. Og það er mjög víða það sem er tvöfald skattkerfi, þess að þú borgar þegar skattamenn koma og kræfja peninga þá borgar það og síðan þegar einhverju stjórnmálamenn eða embættismenn koma og heimta svona persónulega skattheimtu þá borgar það bara líka. Og sko Samherji kom ekki til Namibíu, tel ég, til þess að fara í pólitík, sko. Þetta er náttúrulega pólitísk vandamál. Og ég get lofað ykkur því að Samherji fengi að breyta Namibíu pólitískt, þá myndi það verða alveg svaka skilvirkt eins og allt þeirra fyrirtæki er. En þess að til þess að reka apparat á svæði eins og Namibíu, að þá þarftu að gera alls konar hluti sem ekki er gott að gera. Og nú voru stjórnvöld að svona einhverju samningar milli íslensku hryðjuverkasamtakana og namibísku hryðjuverkasamtaka, sko, að í mínum huga er all stjórnvöld hryðjuverkasamtaka, sko. Og þeir voru að tala já, það er nú gott að fá meiri tækniþekkingu inn í þennan brans og eitthvað slíkt, þannig að það er eiginlega stjórnvöld sem semja það að Samherji komið þarna með sína svakalega fínu fyrirtækismaskinu og fái framleiðin í auðlindir Namibíu og allt gert í samráði og góðar hugmyndir fyrir, sko, góð hugsun. Og síðan fer Samherji þarna og þarna er eitthvað bara alls konar nýtt umhverfi, sko. Og á Íslandi er umhverfi þannig, sko, að það eru gjaldeyrishöft, krónan hrynur og rís og upp og út og suður og svo kom alltaf nýjir og nýjir vittlýsingar í stjórnvöld, sko.
og það þarf að lána þeim þá pening og ekki innheimta það sko. Og sko, Samherji gerir ekki kröfu það að þurfa að lána einhverjum stjórnmálamönnum pening og ekki rukka. Það eru stjórnmálamennir og embættismennir og þessi hryðjuverkasamtök sem gera það með þeim hætti eins og hryðjuverkamenn gera, með því að segja ef þú gerir ekki eins og við segjum þá munum við skaða þig sko, munum skjóta þig fótinn eða eitthvað, eða bíliðinn eða verður ekki ódýrara að borga okkur 10% að verðmæti bílsins heldur en að missa allan bílinn, því við munum eyðileggja hann. Þetta svona mafíustarfsemi. Og Samherji, sem að mér sýnist að mestu leyti vera bara duglegt gott fólk sem vill hafa hlutina í lagi, að það á þá eru lagðar alls konar kröfur. Þar koma pólitíkar svo að segja, já, heyrðu, við munum bara kippa fótunum undan þínu rekstri og þú lánar mér ekki fyrir hlutabréfum í mokkanum eða lánar mér ekki fyrir þessu eða hinn og eitthvað svona bara. Og ég get sagt að Samherja menn eru bara alveg, kemur einn af þessum vittlingum í uppbót sko. Það ekki þannig að Samherji hringi í eitthvað stjórnumann eða embættismann og segja, heyrðu, má ég láta þér fá pening til þess að liðka fyrir þessu og hinu. Það alltaf á hinu veginn, ég get lofað því. Að það kemur hótun sko. Og þeir hafa einhvern veginn bara á eitthvað starf leiðinni bara sagt, ok, við erum hérna með risa fyrirtæki og við erum undirstaða atvinnulífs og Akureyri á Norðurlandi og víðar sko. Og við verðum bara sætt okkur við það hérna fullt af vitleysingum sko, litlum mafíum sem við þurfum að greiða verndartolla og það minni, það það gott fyrirtæki sem við erum að reka, svo góð framleiðni og við kunnum svo vel það sem við erum að gera, að við lítum á þetta bara sem minni hátt á kostnað eins og virðisaukaskatt eða einhver annað af þessum ruglgjöldum sem að hryðjuverkasamtök valdstjórnarinnar og seðlabraskarana að sitja sko. Þannig að það og svo núna eru þeir fannir að býta aðeins tilbaka. Þeir eru komin með náttúrulega miklu meira reynslu og eiga miklu meiri auðavi til þess að verja sig sko. Og þetta sko lítið fyrirtæki sem að byrja í einhverju, þeir geta aldrei varið sig fyrir þessu. Og ég var til með eitt lítið fyrirtæki og þá varði ég fyrir árás frá RÚV. Og þar var hann mannorðs eða skæruliðinn eða hryðjuverkamaðurinn Logi Bergmann. Og hann snéru öll á hvolf og bara laug og bara hafði engan áhuga að flytja ykkur réttar upplýsingar sko, sem stór skaðaði mig og mitt litla fyrirtæki og ég átti engin auðæfi til þess að verja mig. Þannig ég mjög hlynntur því að Samherji, eins og þessi rás þeirra hér, minnst þetta algjör snillt hjá þeim sko, ég mjög hlynntur því að þeir verja sig bara alveg á fullum krafti gegn þessum hryðjuverkasamtökum sem eru fjölmjöllunar og mannorðsmorðingjarnir, valdstjórnin og seðlabraskararnir sem eru hinu raunverulegu glæpamenn í stöðunni. Endurgreiddi svo dótturfélögum Samherja á Kýpur. Sérstað til Cape Cod og Sannreyna og það ekkert sem að sýnir eitthvað misræmi. Það þessar millifæslur. Það þarf að útskýra þetta, já. Já, við erum búin að fara í gegnum í raun allar þessar millifæslur sem að átt sérstað til Cape Cod og Sannreyna og það ekkert sem að sýnir eitthvað misræmi. Það stemma þessar millifæslur milli Kýpurfélagsins og stemma allar þessar fjárhæðir sem að fara frá Namibíu. Alltaf gefið í skín, sko. Bankanum þótti þetta á endanum óþægilegt. Það var því gerð ný greining á Cape Cod FS og einu meinta móðurfélagi, starfsmannalegunni JPC Ship Management. Niðurstaðan var sú að umræddum reikningum var lokað. Allt á söðupunkti á Krímskaga en úkraínski herinn. Já, þetta einmitt plebbin sem að stórskaði mitt fyrirtæki. Söðupunkti. Þessi gaur algjör plebbi og ég myndi ekki trúa orða það sem hann segir.
á Krímskaga en úkraínski herinn í viðbragðsstöðu vegna hugsanlegra átaka við Rússa. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna hótar að beita Rússa. Það kannski Þorsteinn Már sem startaði öllu þessu. Það honum að kenna þetta Úkraínu stríð sem CIA startaði og stýrði. Stjórnvöld viðskiptaþingunum. Ástæðan sú að þú lest þetta skjal sem að hefur verið sýnt í Stundinni og í Kveik. Það að ræða rússneska sjómenn og úkraínska. Það hófst eitthvað sem heitir stríðing á Krímskaga. Það náttúrulega allt Samherja að kenna. Stríðið á Krímskaga hlýtur að vera Samherja að kenna. Og þá fer Rússland á svartan lista og það í raun athugasemd sem að DNB gerir. Rauð ljós kviknuðu en ekkert virðist hafa verið aðhafst. En sjálfsögðu ekki, þetta var ekkert ólöglegt. Það var bara stríð í Úkraínu, milli Úkraínu og milli CIA og Úkraínu og Rússlands. Og það var ákveðið að fara í sturlar aðgerðir gegn Rússlandi. Og þá breyttust aðstæður einu sinni enn fyrir fyrirtæki eins og Samherja. Þess að þeir höfðu verið bara að gera samkvæmt lögum og reglum áður. Það var allt í einu bara komið allt saman á rauðan risklista. Það byggir ekkert á skoðunum Samherja eða það byggir ekkert á aðgerðum Samherja eða neitt slíkt. Þetta bara eitthvað sem stjórnvöld ákveða bara, já, nú bara Rússar og vondir kallar, sko. Og bara stoppa á þessa sjómenn frá Rússland og Úkraínu. Og þá bara Samherji, ok, þetta bara nýjar upplýsingar og nýtt rugl frá þessum hryðjuverkasamtökum. Og þá fara þeir bara í aðlaga sig að nýju rugli, sko. Og þessna var ekkert gert, sko. Bara no effort var implementað. Þetta bara alltaf að gerast í rekstri. Allan daginn langa. Þá var þetta að bregðast við ruglinu í valdstjórnunum og þessum hryðjuverkasamtökum sem þau eru og seðlabraskorunum upp í IMF. Það þeir sem að fjármagna all þessi stríð og all þessi vitleysu, sko. The client was subject to KYC 2017 and assessed as a high-risk customer due to transactions to Russia and Ukraine, but no efforts were implemented. Það setja svona fram, það tvennt sem kemur til greina, annarkvort það illvilji eða yfirsjón. Bæði ef það sett fram í svona alvöru dómstóli sem byggir á vísindalegum akademískum grunni réttafar, þá væru kveiksmenn umsvifalaust dæmdir fyrir rangar sakagiftir og skjalafals. Það þessna sem að þessi hryðjuverkasamtök vil ekki að þetta fari fyrir dómstóla. Þeir eru ekki með neitt í höndunum. Þess vegna velja þeir að fjármagna götudómstólinn með öllum mannlársmorðingjanum og verja hann og styðja öllum mætti. Og ég vil gefa mér það að þetta hafi verið yfirsjón. Ennþá Samherjamenn, sjáðu, ennþá eru Samherjamenn reyna að segja að þetta hafi verið yfirsjón. Nei, þetta skipulögð glæpastarfsemi sem Samherji að verða fyrir. Og það þessi rakkett sem seðlabraskararnir og ofbeldisstjórnirnar. Þvílík steypa, maður. Ok. Samherji sendi mann til Namibíu til að afla betri upplýsinga reksturinn. Í ljós kom að Jóhann... Það sem gerðist var að það datt ísuflög af færibandinu. Og Samherji sendi bara strax menn að finna þetta akkur svona mikið að detta færibandinu núna. Hvernig lögum við þetta? Hafði uppi áform að fara bak við Samherja og hefja rekstur í Namibíu með öðru útgerðarfyrirtæki og nýta sér þau viðskiptasambönd sem félögting Samherja hafði byggt upp í landinu. Ég sagði þeim að ég myndi ofta, ef við förum eitthvað svona samstarf þá myndi við opna dyrnar á allir þessu fólki sem það þarf. Það er aldrei margir vilja fá sér einslu sér með þess að tengingar.
Þetta að Jóhannes Legari, hann komið með immunity, hann með friðhelgi frá namibískum stjórnvöldum. Akkur til í það? Þetta prima mótus mafíósin á svæðinu og þeir bara, já, Jóhannes, þú fæði bara friðhelgi, sko. Þetta gaurinn sem að Namibía ætti að hafa áhuga á að handtaka og yfirheyra. Nei, þú fæði bara out of jail card, vinnar. Þú ert góður þjónn. Þetta ég birti þetta því að þetta eru fyrirtækjaskjöl frá Samherja. Þetta ekki persónulega samtalans. Ég virði friðhelgi einkalífsins og hann var að tala við einhvern vin sínum. Hann ætlaði að sparki pungin á Þorsteini eða eitthvað. Þá myndi ég ekki birta það. En þetta eru fyrirtækjagögn sem verður að birta. Við ákvæðum það mitt ár 2016 að segja Jóhannesi Stefánssoni upp störfum vegna þess að við töldum ljóst að hann hefði farið á bakvið okkur. Enda þegar við fórum að skoða reksturinn að þá kom í ljós að það var regla í kringum rekstur skipana, þar að segja út á sjó, en því miður var mikil óregla á starfseminni í landi og því utanahaldi sem Jóhannes Stefánsson bara ábyrgð á. Eftir starfslok Jóhannesar fundust ítarlega minnisblöð sem Jóhannes hafði ritað við ýmis tilefni. Þetta líka corporate documents, það fyrirtækið á þessu gögn. Ekki Jóhannes, heldur fyrirtækið. Þannig að meira sér Samherji í þessari baráttu við þessa skíthæla, sko, þá halda þeir standard. Ég hef ekki séð frá þeim neitt svona persónulegt frá Jóhannesi og ég veit það sem kerfistjóri að þeir hafa aðgang að fullt af svona persónulegu stöffi, sko. Og þeir geta eflaust gert út einhvern mannskap til þess að stela svona gögnum eins og hryðjuverkadeildin að gera, sko. Hryðjuverkasamtökin sem eru standa baki þessum árásum. En þeir hafa ekki gert það. Og það annað sem gott fyrir mig sem verjanda Samherja að þeir hafa ekki farið út fyrir neinar slíkar línur. Þau ár sem hann stýrði starfsemi Samherja í Namibíu. Í reynd var að ræða dagbók störf hans í Namibíu. Allar greiðslur eins og þessar 50 milljónir þá ger ég allt í samráði við Þorstein Má. Ég gerði ekkert án hans aðkomu. Þetta orð hans og þarna stendur einfallega orð á móti orði. Þetta sagði Jóhannes Stefánsson í viðtali við Kveik 12. nóvember 2019. En hvað sagði hann fremur? Þetta það sama og einhver starfsmaður hjá Guðmundi Franklin sem myndi vera með einhver svona leið út einhver herbyggi undir vændi, sko. Og Guðmundi vissi bara ekkert það, sko. Svo myndi sá aðeins segja, já, Guðmundi vissi þetta allt, sko. Ég talaði alltaf við hann og hann fekk að sjálfsögur hluta og eitthvað svona og Guðmundi bara, what? Hvað þetta að meina um þér? Þetta svoleiðis það. Árum fyrr, árið 2016. Mái hefur einhvern áhuga á þessu, hann ekki í þessu, hann vill ekki gera þetta. Allir sem ég tala við það hefur ekki náður samir og hefur aldrei með að trúa samir og trúa aldrei hefur ekki gera skapa alveg nýtt það. Dagbækur Jóhannesar voru í vélrituðum minnispunktum og skiptu blaðsíðurnar hundruðum. Ekkert í þessum dagbókaskrifum gefur til kynna að Jóhannes hafi nokkru sinni fengið fyrirmæli mútugreiðslur eða aðra óeðlilega viðskiptahætti. Engin sönnunargögn? Þorsteinn Már gaf Jóhannesi fyrirmæli óeðlilegar greiðslur. Hvers vegna ekkert minnst á þær í dagbókum hans? Ok, ég skal aðeins draga í land þarna fyrir Jóhannes að Þorsteinn Már hlýtur að hafa vitað að til þess að reka fyrirtæki í Namibíu þá þarf gaurinn sem gerir það
að gera alls konar hluti til þess að það bara einfaldlega gangi upp og getur einfaldlega byggt á reynslu sinni á Íslandi. Að Ísland sem telur sig nú vera eitthvað framar í ríkisrekstri og siðferði heldur en Namibía, að hann veit að þar þarf hann að gera fullt, hann þarf að lána alls konar vitleysingar peninga sem hann veit að fara aldrei borga tilbaka og hann þarf að gera fullt af hlutum svona. Þannig að hann hlýtur að hafa vita að Jóhannes þurfti að gera alls konar fengistaf í Namibíu. Það er allir bara eins og þegar að eitthvað útflutningsfyrirtæki á Íslandi sem kannski að selja salgæti eða alkohól eða eitthvað, þá þurfa þeir að fara í löndin þar sem að þeir alltaf selja, til dæmis í Ameríku eða eitthvað í Evrópu eða hvar sem þá þurfa þeir að fara þar og gefa mönnum vöruna og leyfa þeim að testa og vera með svona að fara á vörusýningu og sko vörusýningar eru þá væntanlega skipulagðar mútur samkomur sko. Það verið að gefa sýnishorn og sælgæti og alls sko, það bara skipulagt múturpartí sko. Og þannig að ég myndi ráðleggja skjólstæðingi mínum aðeins að snurfusa þessa framsetningu. Það hafi ekki fundist nein gögn, þetta við erum komin í yfir 1 milljón skjöl sem búið að skoða, pósta, hólf viðkomandi starfsmanns í hans tölvu og annað slíkt. Og það hins vegar rétt hjá Samherjamönnum að lagalega séð Þorsteinn Már fullkomlega saklaus. Lagalega séð. Ekki að sjá nein. Nema það finnist einhver físik evidens sko. Og það er það sama sko, allir eru sekir á dómstóli götunnar þangað til þeir einhvern veginn á að krafsa fram að sanna sakleysi sitt sko. En í réttarfarsríkinu, það sem réttarfar byggt á akademiskri sögu réttarfars frá upphafi mannkyns, þar gilda önnur lögmál sko. Þau fyrirmæli frá Íslandi. Þar gildir það lögmál sko að ef að ákærandinn hefur ekki sönnun, físiska sönnun fyrir atburðunum, þá gerðist hann ekki. Og rétturinn hefur ekki leyfi samkvæmt réttarfarsreglum að meira segja íhuga gögnin sko. Það það sama eins og ef að tekið upp, til dæmis þessar upptökur, það er líka svolítið á gráu svæði, þetta eru upptökur sem Jóhannes vissi ekki af. Ég myndi ekki birta það að ég var í Samherji, þá eru þið að beita sama dirty tricki og á hinn veginn sko. Til dæmis ef ég var í verjandi þegar ég hefði stoppað þetta sko. Ég sagði nei, við gerum ekki, sko við ætlum ekki að vera glæpamenn þótt að glæpamenn sé að ákæra okkur fyrir einhverju vilsu. Og þannig Samherji komin á grátt svæði sko. Að þeir eru fannin að birta viðtöl sem Jóhannes vissi ekki að væri upptökur af, sem þýðir að þau gögn myndu ekki vera framleggjanleg fyrir dómstóli sem byggir á réttarreglum eða réttarhefðum hins vestræna heims. Og þarna finnst mér Samherji vera að gera smá, ég skil að þeir eru kannski í örvæntingu sko. Ég myndi, ef ég væri verjandi Samherja, myndi ég mæla með að skjólstæðingum minn drægi þetta tilbaka, klippti þetta út úr vídeóinu og biðist afsökunar á því. Ég myndi ekki setja neitt fram sem að ekki stenst reglur réttaríkisins. Annars eru þið bara að taka þátt í götudómstólanleiknum. Þessi myndbönd eru öll fín, þrátt fyrir að fara út í sama drullupollin og hryðjuverkasamtökin í. Ekki að ég sé á neinum sérstökum verjanda launum sko. En þarna myndi ég hreinsa vídeóið orðað svo. Hvernig hann eigi að hegða sig. Það alveg ljóst að fyrrverandi framkvæmdastjóri stýrði starfseminni frá aðtilum. Það var allt og lítil vitneskja það innan yfirstjórnar Samherja hvað var í gangi í Namibíu. Það voru í raun engin svona tæki til staðar sem að gáfu einhver ljós það að væri eitthvað í ólagi. Mái hefur ykkur áhuga á þessu? Já, ég ætla að skippa yfir þessi vídeo. Og ég bið Jóhannes afsökunar að hafa byrta. Þetta var bara með ég var að spila, þetta var ég að hugsa þetta sko.
En ég ætla að skippa yfir þessi vídeo hér eftir, það sem að verður að birta upptökur við Jóhannes sem myndi ekki standast framlagningu fyrir dómstólum. Og Jóhannes, ég biði hér með afsökunar, þetta voru mistök af minni hálfu. Jóhannes veit að það ekki til einir tölvupóstar sem sýna fram á fyrirmæli að greiða mútur. Þess vegna segir hann að ég hafi gefið fyrirmælin á annan hátt. Það rangt hjá Jóhannesi Stefánsinni. Gefið fyrirmæli á annan hátt. Það reyndar í gagnrýni Þorsteinn Má hérna. Hann hlýtur. Nú þarf að gera greinum hvort við erum að tala um dómstóli götunnar eða í réttarsölum. Í svona mannlegum skilningi þá hlýtur hann að hafa vitað hvað var í gangi upp á einhverju marki. Ég hef engin slík fyrirmæli gefið. Að sjálfsögðu hins vegar ekkert að sanna það fyrir dómstólum, það útilokað. Við hefum ekki komist fyrr að þessu með öðruvísi kerfi en það verður aldrei að koma í veg fyrir það þegar einhver með ásetningi ætlar að fara á bakvið þig eða aðra stjórnendur eða aðra starfsmenn. Mistök Samherja Þetta hins vegar valið, að Þorsteinn Már veit kannski ekki, hann veit að það erfitt að reka í þessu umhverfi og kannski var Þorsteini lofað að þetta yrði allt saman ekkert mál, Það væri samkomulag á milli íslenskra stjórnvalda og Namibíu, þetta var svona þróunast og eitthvað slíkt, að fyrirtæki þyrfti ekki að fara út í neitt gruggugt, Það hins vegar punktur sem þau myndi bara spyrja Þorstein að því, voru eitthvað svona samkomulag að Samherji þyrfti ekki að taka þátt í tvöfalda skattkerfinu sem mútur til embættismanna og allur sá pakki, En og að Jóhannes hafi bara einhvern veginn sagt ok, ég sendur þig til Afríku til þess að reka fyrirtæki sem hlýtur að vera hluta því bara að vera í því þjóðfélagi og borga þeim embættismönnum sem mæta með sveðjurnar og heimta pening, Þannig að þetta þarfnast aðeins betri útskýringa finnst mér. Og ef það hefur ekkert verið slíkt loforðið að samkomulag á milli stjórnvalda Namibíu og Íslands, þá þarf ég aðeins betri útskýringu frá skjólstæðingi mínum. Hafi ekki haft betra eftirlit með rekstrinum í Namibíu og þar alveg betri yfirsýn og ég vík mér ekkert undan þeirri ábyrgð sem að ég ber í þeim efnum. Ok, þetta góður punktur. Hann tekur ábyrgð. Það verður ekkert betra eða meira en það. En þennan punkt að skýra meira. Var Þorsteinn Már þá sem sagt að ef að hann hefði komið til hans vitundar að Jóhannes þyrfti að borga einhverjum misjöfnum aðilum eða eitthvað vesen, hefði Þorsteinn Már með þá vitneskju og líka fyrir það hafði Þorsteinn Már ekki aðgang að þessum dagbókum og vissi hvað var í gangi að ef að hann hefði haft meiri vitneskju og Jóhannes hefði kannski verið samskiptar milli þeirra hefði verið betri, það hefði verið eitthvað vandamál í samskiptum þeirra milli, hefði Þorsteinn Már vitandi að það þyrfti að vera eitthvað konar mútugreiðslur eða eitthvað vafasamt í þessum viðskiptum, hefði hann kipt sig út tilbaka og farið frá Namibíu. Og hvaða afleiðingar hefur það haft fyrir þjóðfélagið Namibíu? Hversu mikilvægar eru þessar fiskveiðar fyrir þá þjóð? Þannig að þetta mjög flókið viðfangsefni sem gera náttúrulega bara æðislega skemmtilegt. Ok. Já, ég mun ekki spila meira úr þessum Jóhannes Journals og ég tel það ósýðlegt að birta þessi reyndar getur Samherji sagt að ef hann á síman þá eiga þeir samtölin ef að þeir vilja en mér sýnist þeir bara vera og sér það bara hjá báðum þessum forstjórum að þeir eru svona hálf bara
Þetta nú bara sonur okkar sko, eða svona, þeir á svona föðulega tilfæð, þeir vilja Jóhannes ekkert illt sko. Þegar ég hef ekki séð það, þeir bara svona hann fór þetta enga stjórn á bókhaldinu og það kostaði okkur alveg svaka penning og vesen að hreinsa það allt saman upp sko. En hérna sem sagt Þú voru ekki að segja þeim hvað ég sagði Nei. Ég mun ekki birta leynilegar upptöku við neitt, fyrir ekki þetta var ég mun sem sagt eftir besta megni stoppa leynilegar upptökur. Það reyndar sko, ef að leynileg upptaka á sér stað á síma sem fyrirtækið á, ef að fyrirtækið átti þennan síma sem að síman sem að Jóhannes var að tala á, ef Samherji átti þennan síma, þá eiga þeir allt sem gerist á því símanum, all samtöl og allt. Ég ekki með upplýsingar það, þannig að á þeim tímapunkti mun ég ekki birta meira og ég veit ekkert stöðuna hjá Helga og og nú Samherji að birta upptöku frá Helga, þannig að ef að RÚV á síman sem Helgi að nota, þá Samherji ekki siðferðislega heimild til þess að birta það heldur. Þessar ásakanir. Hvernig getur þetta átt sér stað? Flott músík. Hæstiréttur staðfesti í dag dóm Héraðsdóms Reykjavíkur að Seðlabankanum hefði ekki verið heimilt að leggja 15 milljón króna stjórnvaldssekt á Samherja. Með þessum dómi ljúki endanlega tæplega 7 ára aðför Seðlabankans á hendur Samherja. Seðlabanki Íslands einkafyrirtæki sem að stærstu bankafjölskyldur heimsins eiga, Rothschild, Morgan, þetta, ég ekki með það svona alveg kollum, en það sett einkafyrirtæki. Seðlabanki Íslands einkafyrirtæki. Falið í svona legalís, lögísku. Ég hérna á takkanum að reyna að stoppa þeir eitthvað upptökur sem að ekki erindi fyrir dómstól. Gott kvöld. Stjórnendur Samherja grunaðir brot á gjaldeyrislögum með því að selja dótturfélagi fyrirtækisins í Þýskalandi sjávarafurðir frá Íslandi á undirverði. Ef að þessi gaur hefði verið saksóknari eða ákærandi, þá að segja þetta dómari hefði dæmt það fyrir ranga sakargiftir. Klukkan 9:30 í morgun voru tugir manna mættir við skrifstofur Samherja í Reykjavík og á Akureyri. Rannsókn Kastljós var kveikjan að rannsókn yfirvalda. Kastljós bar upplýsingarnar undir gjaldeyriseftirlit Seðlabankans sem hóf í kjölfarið rannsókn á málinu. Þetta þessi bygging í eigu, þetta einkafyrirtæki sem á og rekur þessa byggingu og prentar peninga bara úr engu, skrifar tölur inn í Excel-skjal og lánar ríkinu ímyndunar peningana. Sem nú snýr að útflutningi fyrirtækisins síðustu misseri. Það eina sem ég get sagt að þeir grunaðir hafa brotið einhver ákvæði í þessum gjaldeyrislögum. Og þið færuð ekki í þessar aðgerðir nema rökstuddan grun væri að ræða? Sjálfsögðu ekki. Það valid. Ef að það sem sagt ef við gefum okkur lögmæti einkafyrirtækisins Seðlabankans. Þetta sennilega ein stærsta, ef ekki bara hreinlega stærsta úrslitaraðgerð sem hefur átt sér stað hér á landi. Og það var augljóst strax frá upphafi að þarna var að eiga sér stað illa undirbúin aðgerð. Í mínum huga þá ber þetta skýr og augljós merki veiðiferðar stjórnvalds. Það að segja stjórnvaldið komið inn með einhvern óljósan grun að það kunna vera eitthvað í gangi. Veiðiferð stjórnvalda glæpsamlegt athæfi og allir sem koma inn í þá aðgerð eru persónulega ábyrgir. Og ég styð Samherja í því að ákæra hvern einn og einasta einstakling sem tók þátt í því. Ég veit ekkert nákvæmlega hvað það og alltaf þeir að taka allt sem þeir koma höndum við. Það líka ólögmætt að bara sópa pleysið upp, sko. Eitt af það fyrsta sem ég gerði, svona þegar ég var búinn að skoða innan húsgögn félagsins,
tölvupósta, skýrslur starfsmanna Samherja og ekkert benti til þess að þetta væri rétt. Þá fór maður að spyrja sig að því hvaðan koma þessar ásakanir? Hvernig getur þetta átt sér stað? Nú þarf ég hugsanlega að viðurkenna að hér undantekning á reglunni lýsingar mínar á lögguhöfum. Ég var, skal ég segja þér, á Reyðarfirði á bóndadaginn 2012 og eins og Reyðfirðingar gera, þá fór ég á Þorrablót. Á Þorrablóti þá hitti maður náttúrulega mann og annan og meðal annars hitti ég Helga Seljan og við vorum eitthvað að spjalla og ég náttúrulega spyrja hann út í fréttamennskuna og svona og þá segir hann mér í óspurðum fréttum nánast að hann sé að vinna mjög stórt mál núna. Þetta myndi flokkast undir hearsay eða sögusagnir fyrir dómi og hugsanlega það bara stoppað. Bara við höfum engan áhuga að hlusta á þetta fyrir dómstólum. En gaman að hlusta á kjaftasögur. Og já, og hvað það, segi ég náttúrulega forvitni og þá segir Helgi mig, já, nú ætla ég að taka hann. Og taka hvern, segi ég. Nú ætla ég að taka Þorstein Má og Samherja. Ókei, og ég var nú frekar hissa og segi, hvað er í gangi, hvað er að gerast? Og þá segir hann mér það að Þorsteinn og Samherji sé búin að vera að svindla með karfan. Og ég segi við hann, já, heyrðu, ókei, svindla með karfan. Það held ég sé nú ekki, nú hvernig þá, segi ég. En þeir eru búin að vera að flytja hann út á allt of lágu verði. Kastljós lagði það túlkunaratriði. Gögnin varðandi afurðasölu Samherja fyrir gjaldeyriseftirlit Seðlabanka. Sama ásökun var þetta að segja að allir sem hafa farið í flugvél til útlanda til að kaupa vörur ódýrt, að þeir séu glæpamenn. Sem náttúrulega algjör fáviska, sko. Sko, Samherji veiðir fiskinn og á fiskinn og með samninga við sjómenn að verðið á fiskinum skiptist með ákveðnum aðferðum á milli þeirra. Launin þeirra byggja á verðmæti fisksins. Síðan selur Samherji fiskinn og þá komið reiknimódel fyrir sjómennina. Ef að sjómenn eru ósáttir við þetta fyrirkomulag þá geta þeir einfaldlega bara sagt upp störfum og fara að vinna einhvers annars staðar og það eitt sem heitir hefð í dómstólum. Þetta hefur verið bara gert í 20 ára. Þetta bara hefð. Útgerðin á fiskinn, hún selur hann og þá komið reiknimódel fyrir launum sjómannana. Og þannig að með því að vera í þessu öll þessi ár þá eru þeir að samþykkja þetta með veru sinni og og þeir gætu einfaldlega sagt ok, við ætlum bara allir að segja upp, við erum bara ekki sáttu við þetta og þeir geta meira að gengja svo langt að beita verkalýðsfélaginu sínu þannig að þá fer enginn í þessar skipstöður þeirra. Þannig að þeir eru í mjög góðri stöðu. Þannig að þetta er bara moot point, sko. Þetta er engin rök í neinu og myndi til dæmis aldrei vera tekið fyrir í einhverjum dómsölum, sko, sem að byggja á réttarfershefðum vestrænna menningar. Það er bara hlegið út, sko. Hann sá dögunum og óskaði eftir mati á því hvort lögbrot væri að ræða. Forstöðumenn eftirlitsins fengust ekki til að leggja mat á málið á þeim tímapunkti. Í framhaldinu hófst þó rannsókn á málinu sem leiddi til húsleitar á skrifstofum Samherja í Reykjavík og Akureyri í morgun með aðstoð. Sjáu við þessar fugla hérna. Þetta nú gengi, sko. Embættis sérstaks saksóknara. Ég kom því til leiðar að ég og Helgi hittumst á fundi á lögmannsstofu hérna í bænum. Án þess að hann vissi hafði ég allt annan tilgang með þessum fundi og tók þennan fund upp. Ég náði að beina samtali fundarins að lokum inn á Seðlabankann og náði að í raun. Ég mun birta þetta viðtala því að hann er lögreglumaður. Þeir hafa heimildir til upptöku. Og veru fá hann til þess að segja mig hvernig upphaf Seðlabankamálsins var. Ég birti þessa upptöku semst á þeim forsendum að þetta hafi rannsóknarlögreglumaður sem hafi tekið þetta upp á réttum forsendum og með réttum lagaheimildum. Ég fer hann til skattalandstöðu og þau bara einhvern veginn þarftu. Það skilja ekki hvað það snýst. Og þá kemur í ljós að hann hafi gengið á milli stofnana, fór fyrst til skattarannsóknarstjóra
og reyndi að fá skattrannsóknarstjóra til þess að hefja rannsókn á Samherja. Skattrannsóknarstjóri vildi ekki hlusta á Helga eins og hann lýsti fyrir mér. Nei, já, þetta gerist þannig að ég með lagagreinina og eitthvað að pæla henni og googla hana, þá sé ég hún alveg samsvarandi í gjaldeyrislögum. Þess vegna ákveði ég að fyrst að þau voru ekki að kveikja á þessu og skattrannsóknarstjóra, þá hringdi ég. Þau voru ekki að kveikja á þessu. Hérna Helgi að lýsa sínum Dunning-Kruger-effekt mjög vel. Ég sagði það. Og spurði hvort ég geti fengið til að útskýra fyrir mér hvort að skilningurinn minn á þessu lagagrein var ekki alveg glæð. Að þessi gaur skuli ekki verið í fangelsi finnst mér mjög skrítið. Ég fer að hitta þau. Helgi fer til Seðlabankans og segir mér að hann hafi haft skýrslu frá Verðlagsstofu skiptaverðs sem niðurstaða rannsóknar þeirra stofnunar sem á að hafa bent til þess að þetta væri rétt. Þarna lögreglumaður að segja að Helgi Seljan hafi beitt fölsuðum gögnum, sko. Ég vissi náttúrulega þegar fyrsta hvaðan þessi pappir að koma frá Verðlagsstofu og ég vissi að þeir voru alveg vitið, ég var búin að komast að því. Hann semst að ljúga að rannsóknarlögreglumanni sem aðilega málinu, sko. Þeirra stofnunar sem á að hafa bent til þess að þetta væri rétt. Ég vissi náttúrulega þegar fyrsta hvaðan þessi pappir að koma frá Verðlagsstofu og ég vissi að þeir voru alveg vitið, ég var búin að komast að því. Það tók mér svolítið tíma reyndar, sko, því að þetta var ómerkt, sko. En þetta var undirritað af þessari konu, sko. Ég komst að því að það var allt sem hann var rétt og ég gat líka, með því að bera saman bara tölur frá fiskistofunni. Sem landfræðina. Það geti komið að þessar tölur voru þetta réttar. Það tók alveg ógeðslega langan tíma með ég að fara yfir það. Ég held að það verið þannig sem ég gerði. Þannig var þessi skýta. Það var eitthvað sem að ýtti Seðlabankanum á stað og eftir því sem við komumst næst, þá það einhver gögn sem að Helgi Seljan, fréttamaður hjá Ríkisstofnun, fór með á fund gjaldeyriseftirlits Seðlabankans. Ég held að á þessum fundi, það man ég hreinlega ekki, að ég man að ég tók í ljósrit að síðan með, ég var bara hættum taka þetta af mér. Það var bara að vera örugur og líka því að þetta var gögnin voru þannig að ég var búin að eiga við skýrsluna. Hann þurfti að eiga við skýrsluna sem reynt skjalafals. Ef að það reynist rétt að Helgi Seljan hafi átt við einhver gögn eða einhverja skýrslur, þá það auðvitað bara grafalvarlegur hlutur. Að ef hann að fara með slíkt skjal á fund stjórnvalds sem fulltrúi stjórnvald sem skrújú, sko. Hann sem sagt ríkisstarfsmaður líka sem gerir glæp hans mjög alvarlega, sko. Heimildir og að bera aðalega sökum sem sagt glæp Helga Seljan, sko. Að hafa fram með refsiverðan verknað, þá var hann sjálfur að gera sekund refsiverðan verknað. Já, ég var aðeins og undan háttvittum dómara, lögmanni. Þá það auðvitað bara grafalvarlegur hlutur að ef hann að fara með slíkt skjal á fund stjórnvalds með valdheimildir og að bera aðalega sökum að hafa fram með refsiverðan verknað, þá var hann sjálfur að gera sekund refsiverðan verknað. Og þetta Kastljós náttúrulega fjármagnað af valdstjórninni. Þeim hryðjuverkasamtökum, sko. Kastljós hefur þannig aflað sér upplýsinga að Samherji hafi á nokkurra ára tímabili selt afla fyrir 100 milljóna til dótturfyrirtæki síns á verði sem alltaf þriðjungi lægra en gengur og gerist í sambærilegum viðskiptum. Og ég segi eitthvað sem svo, já, Helgi minn, þetta passa nú ekki neitt, sko, þú veist það alveg. Þú veist nú líka, ég var að vinna við þetta á sínum tíma hjá Síldarvinnslunni. Þannig að við vorum að selja karfan úr landi á föstu verðum stundum og það var alltaf verið að passa upp á það að það væri á markaðsvirði vikunar. Þannig að þetta væri aldrei neitt vafamál það að verðið væri rétt til skipana. Þannig að ég get nú ekki segja sér mikið í þessu hjá þau. Kastljós hefur einnig undir höndum. Hann var meira að segja varaður við að gaur sem hérna, sko. Þessi gaur sérfræðingur, sko. Hann ekki byrjandi. Sérfræðingurinn á Þorrablóti sagði hann Helgi minn, þetta nú bara algjörð rugl. Og lögmaðurinn búinn að segja að hann falsaði skjöl sem glæpsamlegt. Og í þess vegna skil ég ekki af hverju plebbinn Helgi Seljan ekki í fangelsi.
Undirliðun frá árunum á undan en í skýrslu sem Verðlagsstofa Skiptaverðs vann árið 2010 kom í ljós að Samherji hefði á árunum 2008 og 2009 selt sama félagi karfa á undirverði. Í skýrslunni kemur fram að þau ár hafi verið að ræða afurðir fyrir 100 milljóna króna. Hann vísar ítrekað í þessa skýrslu Verðlagsstofu Skiptaverðs. Það er eins og ekki í samskiptum við Verðlagsstofu Skiptaverðs sem gefur einhverjar vísbendingar það að það verið tekið saman einhvers konar skýrsla af þeim toga sem að Helgi Seljan var að meðhafa. Þetta nú bara leyfa mér að kvóta í bréf frá sérstöku saksóknara. Það tók það fram að það væri ljóst Samherji eða starfsfólk Samherji hefði gættist af kostgjöfnun að standa skil á öllum gjaldeyri til Íslands. Ég samt málið að svo var það eitt. Ég fékk aldrei að ég það reyndi neinn að ræða þess að gæja sem voru í Verðlagsnefndinni. Ég fekk aldrei neitt upp úr þeim, ekki upp úr Guðmundi, hvort að þeir hefðu fengið þessa skýrslu. Ég man þess vegna þurfti ég að fara í gegnum og tjekka hana. Að ég gat ekki fengið neitt til að staðfesta fyrir mér að menn væri. Það gat enginn sem hérna á expert level, hann fekk engan til að staðfesta eitt eða neitt, ruglið í hausnum á honum sjálfum með mikinn biased, þeir tala um það þeir tala um bias eða biased að það hefur gríðarlega mikil áhrif, þess að við tala um umferðar, fólk í umferðinni að hann fekk engan til að staðfesta sem sérfræðingarnir og meira sér sérfræðingur og þorrablótir að segja, þetta ekkert svona, þú bara rugl í hausnum á þér og hann bara veit allt saman, hann svo mikill vitringur að þá bara falsar hann það, og bara lýgur og fer með þetta beint í ríkisfjölmiðil, sem að svo mikil glæpur og glæpastarfsemi og að hann sé ekki í fangelsi alveg ótrúlegt, Studying it. You don't have to... Ég ætla að keyra þetta Engin staðfesti þetta væri einu sinni til. Ég vinn nú mínar samsæriskenningar betur en þetta. Yfirleitt þegar ég inntur eftir gögnum þá hef ég aldrei klikkað á því að skila gögnum. Kastljós hefur undir öndum gögn. Gögnin voru þannig að maður búin að eiga við skýrsluna. Í gögnunum kemur fram að meðalverð á gullkarfa hafi á síðasta ári verið 320 krónur fyrir kílóið. Þetta var ómerkt, þeir bera saman tölur á skýrslunum. Það getur komið það að þessar tölur voru þetta réttar. Á sama tíma... Nú er hann einmitt orðin sérfræðingurinn, ég get sagt sérfræðingarnir í þessu eru sjómennir sjálfur. Þeir eru þeir sem eru algjöru sérfræðingar. Og ef að þeir eru ósáttir við fiskverðið, þeir vita alveg eins og gaurinn á þorrablótinu var að segja honum, Sjómenninu vita nákvæmlega hvernig þetta gerist allt saman. Og þeir myndu bara einfallega að fara í verkfall, Þeir myndu bara segja, nei, Þorsteinn, nú ertu alveg að fara með fiskverðið út í móa, Og meira segja eru sérstakar nefndir og ríkisstofnanir sem halda utan þessi verð, Þetta það mikið mál. En Danny Kruger byrjandinn veit þetta allt saman miklu betur en allir hinni sérfræðingarnir, sem allir vilsingar í hans huga. Greiddi dótturfélag Samherja 90 krónum lægra verð fyrir kílóið eða 230 krónur. Þess vegna þurfti ég að fara í gegnum og tjekka hana, að ég gat ekki fengið neitt til að staðfesta fyrir mér að menn væri. Þetta lögbrot, sem að Helgi Seljan var að gera. Heill þáttur á röngum upplýsingum sem glæpsamlegt athæfi. Niðurstaðan bara mjög einföld og það sem og tilgangur með því að vera að fjalla þetta bara einfaldlega að sá að árið 2020
þá fær Samherji bréf þess efnis frá Verðlagsstofu skiptaverðs að eftir innri skoðun stofnunarinnar ekkert sem bendir til þess að hún hafi nokkuð tíma skrifað skýrslu af því tagi sem að Helgi Seljan vísar ítrekað til. Þannig að það allt sem bendir til þess að Helgi hafi ekki haft nokkuð skapaðan hlut í höndunum þegar hann hóf í raun og veru má segja málarekstur sinn gagnvart Samherja 2012. Damn it, þarf ég að gera undan þá frá lögguhauga skýrgreiningunni. Nei, ég þekki fullt af lögreglumönnum og ég gerði mér þess að braut einu sinni og okkur sem löggublaðið, sko. En förum út í þá skýrgreiningu seinna. Við höfum aldrei fengið þessi skýrslu, aldrei nokkuð tíma. Hún var ekki með þeirra gagna sem lágu fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur við uppkvaðningu úrskurðanna og var ekki á henni byggt við kærur síðar í málum. Þannig ég hef aldrei séð þessa skýrslu. Við veltum því oft fyrir okkur af hverju þessi skýrsla var til dæmis ekki grundvallagagn í húsleitar kröfu Seðlabankans til Héraðsdóms Reykjavíkur. Nú vitum við ástæðuna, hún var aldrei til. Það var aldrei neitt mál. Sem segir að húsleitin öll líka ólögmæt eða ólögleg og allir starfsmenn sem komu að henni, meira þess að þeir sem báru út kassana, sko, sendibílstjórarnir, þá ákæra þá alla. Hvern einn og einasta, sko. Og bara mjög alvarlegi glæpir. Og það alvarleikin í þessu. Og tökum Samherja sem fyrirtæki út úr þessara mynd og horfum aðeins á þá einstaklinga sem var undir í málinu. Venjulegt fólk var borið mjög þungum sökum mjög alvarlega lögbrot sem gátu varðað margra ára fangelsi. Sumt af þessu fólki hefur því miður ekki borið sitt bara eftir þetta. Það alveg klart. En mannorðsmörðingjarnir halda áfram í vinnu sinni og aðilar í þeim hryðjuverkasamtökum sem fjölmiðlarnir eru og valdstjórnin. Þeir halda bara áfram með sitt kaup hjá þér, ríkinu, og bara ekkert gerist, sko. En heiðalegt fólk sem bara að reka gott fyrirtæki sem undirstaðað undir íslensku efnahagskerfi, það bara situr upp með sárt ennið. Sjálfsögðu ekki. Framhald í næsta þætti. Ég bara nokkuð sáttur við framsetningu Samherja. Ég reyndar á móti því, sko, ef að Samherji átti síman, ég þarf nú að fá það bara fram, sko. Það var nú gaman að fá þessa aðila í þessari heimildamynd í viðtal hjá mér, ég er með fullt af spurningum sem ég gaman að spyrja þá svona lagatæknilega og bara almennt. Og þetta fyrirtæki Samherji bara til mikils sóma fyrir Íslendinga. Og þeir sem eru að skriðtakla það eða æla yfir það ættu eiginlega bara að skamma sín. Og ég ber enga virðingu fyrir fólki sem að teku þátt í þessari aðför að Samherja á dómstóli götunnar. Þið eru bara plebbísk gólem. Ég ætla nú ekki að fara, fólk bara fíbl og því ekki við bjargandi, sko. Og eins og meðvitundalaus maður í öndunarvél erfitt að kæra hann fyrir nauðgun, sko. Eða fara í barnfeðirsmál gegn honum sem var til á meðan að viðkomandi var meðvitundalaus, sko. Þess vegna veit ég ekki með þessi gólem hvort það sé hægt að vera með einhverja reiði eða tilfinningar gegn þeim af því að þau eru bara meðvitundalaus. Þetta eru bara zombíar, sko. En hins vegar ég mjög ánægður að það finnist heilbrigt fólk. Akureyringar eru kannski flytja til Akureyrar bara. Ef kona mín vill ekkert flytja, sko. En fyrir mér ég náttúrulega bjó fyrir austan lengi. Það róbúrslega þessi var einmitt fyrir austan, þessi gaur á Reyðarfirði. Fyrir austan rosalega heilbrigt fólk. Það fannst mér alltaf gott.
leið óbúslega vel þegar ég var á Austurlandi, það var svo mikið heilbrigðu fólki og þessir aðilar sem að tala hérna eru mikið, þú sér það bara í augunum að þetta mjög heilbrigt fólk sko. Og allt góða lagi með það. En hérna, látum staðar nummi núna, ég búin að vera í 1,5 tími, ég ætla að hafa þetta í 20 mínútur. Þetta átt að vera live. Ég byrst semst afsökunar á því, en hérna, ég ætla að spila introið mitt, nú bara hamra ég á því alveg fram í rauðan, sko. Ég ætla að spila hérna introið mitt og minn ykkur á að styrkja hérna Hóks Frelsi TV og þetta sem ég að gera, það eiginlega ekkert sem kemur inn einstaðar í styrki til mín. Og hérna, það náttúrulega vita allir að það alveg sem að situr mikið af peningum inn á reikningana hjá mér, ég mun ekki breyta neinu í því sem ég að segja að gera. Það var engin áhrif, ég fæ ekkert samviskubit þótt að fólk hafi lagt peninga inn hjá mér. Það hefur engin áhrif á mig, ég held bara áfram mínu striki eins og það er. Og hérna, og já, þetta hlýtur nú að liðka til fyrir stuðningi þegar ég viti að það hefur engin áhrif á mig. En hérna, ég sem sagt sé ekki glæpinn, ég finna hann bara ekki. Því miður. Og ef einhver með einhver sönnunargögn eða einhverja glæpi sem standast skoðun eða ákærur sem standast skoðun, endilega sendið með þær á hoax@hoax.is eða í komment hérna undir þegar þetta verður komið á hoax.is eða hérna á YouTube, þessi verður nú hugsanlega hent þar út einhvern tímann. En takk fyrir komuna, þetta var núna sem eru svona í kringum nún eða hádegis þættir. Þessi fór nú alveg út úr korti hjá mér. Og að sjálfsögðu vídeóin hjá Samherja að þeir vilja ekki, ef þeir gangast ekki við birtingu þeirra þá neyðist ég að eyða þættinum sko. Og þeir geta sendt hérna bara, þeir geta sendt athugasemdir við það, þeir vil ekki að ég noti þetta myndefni. Það reyndar fellur þetta undir hérna disclaimer sem er að nota myndefni til fræðslu og ég náttúrulega bara að þetta fellur undir það. En samt vil ég heyri þannig að það er góðsátti við birtingu efnisfræðum. Og þá bara þakka ég fyrir komuna. Verið sæl.